Þá komið að fjórða lið á dagskrá, Rangavellir, umsókn breyting á deiliskipulagi og ég ætla að biðja varaforsta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Mást tekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Friðjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér komið á dagskrá liður í fundargerð skipulagsráðs frá 24. apríl. þar sem lögð fram tillaga breyting á deiliskipulagi í Rangavalla sem felur í sig afmörkun nýrrar rúmlega 4.000 fermetra lóðar, Rangavelli 6, til samræmis við bóku skipulagsráð frá 15. nóvember 2023. Og til þess að fara aðeins yfir þetta, deiliskipulagsbreytingin verður inn í samvinnu við Akureyrarbæ og Landsnet hefur í hug á að bæta við vinnuaðstöðu fyrirtækisins við Rangavelli sem felst í að byggja verkstæði og vélagli geymslu ásamt starfsmannaðstöðu í fyrsta áfanga. Byggingin þarf jafnframt að fela í sig svigrúm til að hýsa skrifstofubyggingar síðar. Lagt til að deiliskipulagi verði breytt á þann veg að lóð númer 6 sem gert var ráð fyrir í upphaflegu deiliskipulagi Rangavalla sem samþykkt var 2007 en felld út með breyting á deiliskipulagi 2019 verði aftur sett inn í skipulagsuppdráttinn. Svæði þar sem lóð númer 6 fyrirhuguð liggja 66 kV jarðstrengir í eigu Norðurorku. Samkomulag að strengurinn verði færður norður fyrir nýjan byggingarrit á kostnað væntanlegs lóðarhafa. Gert verður ráð fyrir opnu svæði milli lóða númer 4 og 6 en þar liggur jarðstrengur í eigu Norðurorku. Breytingin hefur hvorki áhrif á lóð númer 4 né jarðstrengi. Áætlað umfang fyrirhugaðra bygging á Rangavöllum 6 að hámarki 2000 fermetrar. Og miðað við að mesta hæð bygginga verða alltaf 9 metrar í samræmi með deiliskipulagsákvæði á lóð númer 4. Nýtingarhlutfall lóðar yrði þá 0,5 alls og fyrirhuguð starfsemi lóðinni felur ekki í sér aukna hljóð, loft eða vatnsmengun. Og þetta semst lagt hér fram til umræðu og samþykktar. Þakkum bæjarfulltrúa Hallbjörg Friðjónsdóttir fyrir, ekki að aftur stjórna myndunum. Takk fyrir það. Orðið laust sem enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að auglýsa skipulagstillöguna, gefa merki. Það 11.